Já, komið þið sæl aftur. Nú ég að fara í þriðja og síðasta hlutan af mínum fyrirlestri og ég ætla að fjalla ábyrgð, sérstaklega þá fagaðila og þá sérstaklega hönnuða. Og eins og þessar kröfur þessi ábyrgð skilgreind í lögum mannvirki. Ég ætla fyrst bara svona, ég ætla að fjalla þetta bæði, ég byrja á eigandanum og hann sé auðvitað ekki fagaðili. Það fjallað ábyrgð hans í lögunum. Svo fjallaði aðeins ábyrgð hönnuða, ábyrgð byggingarstjóra og svo að lokum ábyrgð innmeistara. Þetta allt svona mjög farið yfir þetta mjög svona á yfirborðskennt. En mannvirkjagerðin, hún nú flókin með tilliti til ábyrgðarreglna. Það eru svo margir sem koma að hverju verki, margar starfsstéttir, margs konar sérhæfing og það þarf að skilgreina ábyrgð hvers og eins, hver ber ábyrgð á hverju og það ekkert óalgengt að það sé kannski ákveðin svona ágreiningur það hver ber ábyrgð á hverju, hverju menn geta vísað á einhverja aðra og svo framvegis. En lögin skýra samt ábyrgðina upp að vissu marki á hverju aðila í þessu regluverki öllu og þetta almennt persónubundin ábyrgð. Þó að kannski eins og byggingarstjórar það geti verið fyrirtæki sem taki að sér að bera ábyrgð sem byggingarstjóri þá þarf samt alltaf að vera á bakvið það einhver persóna sem að sinnir störfunum. Því þetta svona þessi svokallega sérfræðingsábyrgð og það einhverja sérfræðingur sem einstaklingur ber ábyrgð að vinna verkið. Og þá ég tala ábyrgð þannig að ábyrgð á því að eitthvað sé gert á ákveðinn hátt. Eigandinn, hann ber svona grundvallarábyrgðina, hann sá sem borgar fyrir mannvirkið og mannvirkjagerðina. Þar ber hann alltaf svona grunnábyrgðina en síðan bera fagaðilarnir ábyrgð gagnvart honum og þá þetta ekki bara einhver einn hönnuður á hverju verki, það eru nokkrir hönnuðir, bæði aðal og séruppdrátta. Svo hönnunarstjórinn, byggingarstjóri og innmeistarar. Þannig að þetta eru fjöldi aðila bara jafnvel litlu mannvirki. Í lögunum segir að eigandi ber ábyrgð á því að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirki sé farið að kröfum laga þessara og reglugerða sem settar á grundvelli þeirra. Eigandinn, hann getur ekkert borið fyrir sig einhverja vanþekkingu þannig lagað, hann ber þessa ábyrgð en hann fullnægir sinni skyldu með því að ráða til sín fagmenn sem eru þá hans ráðgjafar við þessa framkvæmd og ef hann fylgir því sem þeir ráðleggja þá á hann að vera í lagi en ef síðan þessi fagmenn gera eitthvað rangt með að laga kröfurnar þá gæti eigandinn setið í súpunni en hann fagmenninni bera þá líka ábyrgð gagnvart honum. Það sett utan allar þessar stéttir fagaðila sem koma að mannvirkjagerðinni þá settar ákveðnar svona kröfur, það ekki hver sem getur tekið að sér að hanna mannvirki og þannig hefur það nú verið bara eins og ég fór yfir þarna í yfirlitinu sögu byggingarlöggjafar að það hefur lengi verið að krafa að mannvirki verið hönnuð af mönnum með viðeigandi menntun og í rauninni þessi svona viðurkenning hins opinbera á því hver má framkvæma þessi störf. Viðurkenningin kemur fram í rauninni stimpluð með útgáfu svokallara löggildingar eða starfsleyfis. Hönnuðir þurfa löggildingu til að mega skilin hönnunargögnum vegna byggingarleyfisskyldra mannvirkja og hönnunarstjórar geta ekki orðið hönnunarstjórar nema að vera með löggildingu sem hönnuðir. Byggingarstjórar þurfa starfsleyfi og það ég sett hérna í svigan hvaða kröfur eru gerðar til þess að fá starfsleyfi eða löggildingu. Það eins og með byggingarstjórana það þarf að vera með ákveðna menntun, það þarf að klára ákveðin námskeið og svo starfsreynslu. Og innmeistarar líka krafa löggildingu, þeir þurfa bara það bara menntun og krafa á bakvið löggildinguna þannig að menn labba í rauninni beint út úr meistaraskólanum þegar þeir fá meistarabréfið og labba með meistarabréfið til Mannvirkjastofnunar og fá útgefna löggildingu. Þannig að það ekki neins viðbóta starfsreynslukrafa á þá eins og til dæmis með hönnuðina. Og þessir aðilar þurfa svo allir að vera frá og með 1. janúar 2015 gæðastjórnunarkerfi. Í lögunum segir að eigandi skal hafa virkt innra eftirlit með því að þeir sem hann ræður til að hanna, byggja og reka mannvirki fari eftir ákveðin laga mannvirki og reglugerða sem settir á grundvelli þeirra. Svo það hönnunarstjórinn sem annast innra eftirlit eiganda við hönnun og byggingarstjórinn annast innra eftirlit eiganda frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til lokaúttekt hefur farið fram.
að þeir passa upp og það er ekki eigandi sjálfur sem er að stilla upp þessu innra eftirliti heldur hann uppfyllir þá skyldu sína með því að ráða til sín hönnunarstjóra og byggingarstjóra sem að eiga að annast þetta innra eftirlit. Og þannig að ef þeir til dæmis eru ekki með innra eftirlit byggingarstjórinn þá hann að rauninni svíkjast undan skyldum sínum gagnvart eiganda og hann að gera það verkum að eigandinn ekki að uppfylla skyldur sínar. Og þetta bara til að eigandinn geti haft svona einhverja tryggingu fyrir því að það sé eitthvað, að sé verið að reyna að gera hlutina systematist og rétt að þá þetta sé krafa innra eftirlit. Ábyrgð eiganda, segir í lögunum líka að eigandinn ber ábyrgð á að framfæra lögboðið eftirlit með byggingu mannvirkis í samræmi við ákvæði laga um mannvirki. Það þýðir það að eigandinn ber ábyrgð á þessi sóttum byggingarleyfi. Hann getur ekki bara farið og byggt eitthvað hús, hann þarf að sækja byggingarleyfi og það er mjög mikilvægt að hann beri ábyrgð á því að sækja byggingarleyfið. Og hann þarf líka, hann ber líka ábyrgð á því að áfangaúttektir, öryggisúttekt og lokaúttekt fari fram. Þannig að til dæmis ef það er vanrækt að biðja lokaúttekt þá er eðlilegt að beina þvingunarúrræðum að eigandanum. Þannig að ekki endilega, þó að byggingarstjórinn eigi síðan að vera svona fótgönguleiði eigandans í þessu og það er hann sem biður lokaúttektina, að þá getur eigandinn ekkert fylgt sér á bak við byggingarstjórann því. Þannig að ef byggingarstjórinn vanrækir að biðja lokaúttekt þá ætti í rauninni eigandinn að skamma hann og hann ætti að fara fram á það að hann myndi biðja þessa úttekt. Og ef til dæmis byggingarstjóri bara neitar að framkvæma lokaúttekt þá getur eigandinn alltaf beðið hana. Af því hann ber ábyrgð á að hún fari fram. Þannig ég búin að stilla upp svona, ég reyna að sýna það að byggingarstjórinn og hönnunarstjórinn, þeir eru svolítið að vinna í umboði eigandans sem svona ákveðnir eftirlitsaðilar á verkinu. Og þeir hafa eftirlit með annars vegar hönnuðunum og hins vegar meisturunum. Hönnunarstjórinn í rauninni, það er ekki eins mikið eftirlit hjá honum með hönnuðunum eins og byggingarstjórinn með meisturunum. Því hönnunarstjórinn, hann á bara að sjá til þess að hönnuðurinnir samræmi sig. Þess að samræmingin fari fram, hann á ekki sjálfur að yfirfara hönnunina, heldur hann á að spurja hönnunina, eru þið búin að samræma til séruppdrætti og aðaluppdrætti og hann þarf að fá ákveðna staðfestingu á því að það sé búið en hann er ekki sjálfur að tékka á samræminu. En byggingarstjórinn, hann hefur svona meira eftirlitshlutverk gagnvart investorunum og hann getur orðið meðábyrgur ef þeir til dæmis klúðra miklu. Og þannig að það er mjög mikið eftirlit og byggingarstjórinn er eftirlitsaðili eigandans, svona faglegu fulltrúi eigandans eins og segir í lögunum á byggingarstaðnum. Þannig að því leyti til getur verið óheppilegt að byggingarstjóri og meistari séu að vinna hjá sama fyrirtæki til dæmis að því að þá er svona alltaf svolítil hætta á að það sé ekki sami trúnaður við eigandan eins og ef þetta er byggingarstjórinn alveg sjálfstæður gagnvart investorunum, en það má, en það er ekki, þetta eiga að vinna hjá sama fyrirtæki en þetta má ekki vera sami aðilinn yfirleitt byggingarstjórinn og investorinn. En það er svona, ef maður ætti að ráðleggja einhverjum sem þekki kannski ekki mikið til og er að ráða sér, til dæmis bara einhverjum sem er að láta byggja fyrir sig einbýlishús og þá er ekkert vitlaust að ráða sérstakan byggingarstjóra og svo hafa meistarana hjá öðru fyrirtæki bara til þess að tryggja að þetta eftirlitshlutverk byggingarstjóra sé örugglega rækt. Ábyrgð hönnuða, hún er skilgreind í lögunum, þar eins og ég var búin að segja áður hérna fyrst í fyrirlesturinn mínum, að hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis, að hönnuð þeirra sé faglega unnin og að mannvirki standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum mannvirki og reglugerðum settum samkvæmt þeim, enda hafa verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Þarna segir beinlínis að hönnuðirnir beri ábyrgð gagnvart eigandanum. Og þetta er ekkert smá hlutverk og smá ábyrgð og með því að skrifa á árita teikninguna þá eru hönnuðirnir að staðfesta ábyrgð sína. Þannig að ef við segjum það að einhver hönnuður fengi einhvern annan svona til þess að framkvæma einhvern hluta af hönnunni og skrifa svo sjálfur undir þá er hann að ábyrgjast hönnunina. Þannig að maður þurfa alltaf að passa það að vita hvað þeir eru að skrifa undir og sjálfur sér sko eins og ég segi ef þeir eru með nema eða eitthvað þess að þá þurfa þeir að doppeltjekka það að það sé í rétt gert. Hönnuður séruppdráttar ber svo ábyrgð á því að hönnun hans samræmist aðaluppdrætti
og þá það bara alveg á hreinu að lagnahönnuðurinn þarf að tékka á aðaluppdrættinu til að sjá hvort það er ekki örugglega samræmi þar á milli og þarna þessi mynd sem ég var með í fyrsta fyrirlestrinum að mannvirki skulu hönnuð og faglega fullnægjandi hátt í samræmi við viðurkenndar venjur, staðla og ákvæði laga og reglugerða mannvirki og mannvirkjagerð. Og það er þannig að ef að hönnuður sýnir af sér eða tjón orsakast að saknæmri háttsemi hönnuðar, þá geta þeir orðið skaðabótaskyldir vegna þessa tjóns. Með saknæmri háttsemi þá átt við ásetningu eða gáleysi. Og það strangt sakarmat á sérfræðingum, þannig að það eru oft lagðir ákveðin mælikvarði á athafnir þeirra og verk hönnuðar sem hefur verið að skoða þau, þá eru þau borin saman við þann sem er til mest fyrirmyndar og þannig að það er ætlast til þess að menn gerir hlutina mjög vandað og ef til dæmis hönnuður fer ekki eftir gildandi reglum við hönnunina eða sýnir af sér vanrækslu í starfi þá er klárlega saknæma háttsemi að ræða. Það er allar líkur á því. Þannig að það er það fyrsta sem að skoðar til dæmis ef ég er lögmaður og ég kem til mín einhver einstaklingur sem hefur keypt gallaða nýbyggingu og ég fer að skoða hver ber nú hugsanlega ábyrgð á þessum galla og það er einhver sem segir að það kunni að vera þarna einhver hönnunargalli að þá er skoðað, það fyrsta sem að skoðar er hvaða reglur giltu þessa hönnun og það getur stundum verið bara áberandi augljóst að einhverjum reglum var ekki fylgt, þá getur maður gengið út frá því að þarna sé einhver sök hönnuðarins sök hálfu hönnuðurinn að ræða. En þá þarf líka að vera orsakasamhengi milli þess að reglunum var ekki fylgt og tjónsins. Og síðan eru til þess að verja hönnuðinn, sem er náttúrulega bara einstaklingur, fyrir skaðabótakröfum, þá er skylt að hann hafi ábyrgðartryggingu. Það er ekkert síst til að verja hann, þetta er líka auðvitað til að tryggja tjónþola bætur, en líka til að fólk þurfi ekki að borga hugsanlega bætur úr eigin vasa. Þá þurfa hönnuðir, og það er skylda hjá þeim að vera með ábyrgðartryggingu. Og skaðabótaábyrgð hönnuðar fyrnist samkvæmt ákvæðum laga fyrningu kröfuréttinda. Og svo er það til reglugerð þessar starfsábyrgðartryggingar sem sett á grundvelli laga mannvirki. Og þannig að ef að hönnuður er að skila teikningum vegna byggingarleyfisumsóknar þá þarf hann að vera búinn að kaupa sér svona tryggingu. Og ef að kemur síðan upp eitthvað tjón að þá getur og sannast að það sé megi rekja til að saknæmrar háttsemi viðkomandi hönnuðar að þá fær tjónþoli það greitt úr tryggingunni. Síðan er fjallað ábyrgð byggingarstjóra í lögum mannvirki. Það er langt ítarlegastu ákvæðin þar, kannski vegna þess að það var svolítið óljóst fyrir tíð þessara laga hvað nákvæmlega byggingarstjórinn átti að gera, þannig að mann settu það svolítið niður, hans hlutverk og verkefni og ábyrgð inn í lögin. Og þannig að það er alveg skýrt að hlutverk byggingarstjórans er eftirlitshlutverk. Hann er faglegu fulltrúi eigandans og gæta hagsmuna hans. Hann á að hafa innra eftirlit á framkvæmdatíma. Hann ber ekki ábyrgð á faglegri framkvæmd verkþátta á ábyrgð iðnmeistara eða hönnuða. Það er semst meginreglan. Hann er ekki ábyrgur fyrir því ef að iðnmeistari eða hönnuður gerir eitthvað rangt, en getur þó orðið með ábyrgur ef það eru verulegir gallar á mannvirkju sem er ekki hægt að bæta úr og rekja má ágallana til stórfelldrar vanrækslu iðnmeistara eða hönnuðar og enda hefðu ágallarnir ekki átt að dyljast byggingarstjóra við eftirlit. Þannig að þetta er ekki þannig að hann eigi að skilja alveg í dítelum hvernig pípulögnin virkar eða þannig. Þannig að ef þetta er eitthvað svoleiðis galli sem hann hefði ekkert getað séð þá er hann ekki með ábyrgur, en ef þetta er eitthvað mjög ábyrgandi sem hann átti að vita að væri klúður, að þá getur hann orðið með ábyrgur ef hann hefur ekki gert neitt í því að láta laga það. Og svo svona klassísk dæmi að ábyrgð byggingarstjóra getur líka bara verið ef hann til dæmis bara skrifar upp á verk sem byggingarstjóri og mætir svo aldrei. Þá er hann og svo kemur í ljós að það eru alls konar ágallar á verkinu, þá er það saknæm vanræksla á hans eftirlitshlutverki að hafa aldrei mætt á staðinn. Þannig að það eru til dómar þar sem að byggingarstjóri hefur dæmdur ábyrgur fyrir eitthvað sem kom upp á, sem kannski var frekar meistaranum að kenna, en að því að byggingarstjórinn var aldrei að koma ekki á staðinn og vanrækti eftirlitshlutverki, þá er hann jafnvel meðábyrgur fyrir því.
Og eins og ég sagði áðan, byggingarstjóri má ekki vera einn af hönnuðunum eða innmeisturum verksins, en það er í undantekningartilfellum ef það eru smærri byggingar til eigin nota. Þá má vera sami aðilinn vera bæði byggingarstjóri og meistari. Það eru talin upp þess tilfelli þarna. Byggingarstjórinn ræður í upphafi verks með samþykki eiganda eða ræður innmeistari í upphafi verks með samþykki eiganda eða samþykki ráðningu þeirra. Hann er tengiliður við leyfisveitendur, eftirlitsaðila, hönnuði og innmeistara. Hann er í þessu tengiliða hlutverki. Hann er að sjá að það sé aflað nauðsynlegra heimilda vegna framkvæmdarinnar. Og ef það eru gerðar breytingar á hönnun, þá þarf hann að passa upp á að það sé búið að fá samþykki fyrir breytingunni og nýjum hönnunargögnum og passa upp á að það sé ekki farið að framkvæma fyrir það er komið. Það er alveg dæmi að byggingarstjórar hafi þurft að greiða fyrir tjón sem varð vegna þess að það var ekki aflað samþykkis leyfisveitanda fyrir breytingum. Og þannig að það var verið að hanna eftir gömlum teikningum. Og það er alveg til í dæminu að það hafi leitt til tjón sem að byggingarstjóri ber. Þannig að hann þarf alltaf að passa upp á að það sé verið með rétta teikningar og samþykktar og ef hann veit af því að það sé verið að breyta hönnunni að afla samþykkis fyrir því. Og svo eru bara nokkur atriði í lögunum sem að byggingarstjórinn á að gera fleira. Þetta er allt beint upp úr lögunum. Hann skal hafa virkt eftirlit með því að þeir sem koma að byggingum mannvirkisins fylgi samþykktum hönnunargögnum, verklýsingum og ákvæðum laga um mannvirki og reglugerðar sem settar á grundvelli þeirra. Og verði byggingarstjóri við eftirlit var við ágalla á verki innmeistara eða hönnuðar skal hann gera viðkomandi aðvart og krefast þess að úr sé bætt innan hæfilegs-tíma. Það er mjög mikilvægt að byggingarstjórinn geri athugasemdir og hann skal skrá, það segir þarna athugasemdir byggingarstjórar skulu skráðar á viðeigandi hátt í gæðastjórnarkerfi hans og annarra hlutaðeigandi. Það er mjög mikilvægt að þetta sé gert því að þetta er í rauninni sönnun hans fyrir því ef eitthvað kemur upp á síðar að hann hafi gert athugasemdir. Og svo náttúrulega ef menn er ekki að sinna athugasemdunum hans og hundsa þær, þá þarf hann að tilkynna eiganda og samviskusamur eigandi þarf þá náttúrulega að grípa til aðgerða gagnvart þeim sem eru með slíka óhlýðni gagnvart byggingarstjórann. Þannig að það er mjög mikilvægt að skrá þessar athugasemdir vandlega niður og upp á seinni tímann. Síðan að lokum er ábyrgð iðnmeistara, hann ber, eins og hún er skilgreind í lögunum, ber ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að þeir verkþættir sem hann tekur að sér séu í samræmi við viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti, verklýsingar og ákvæði laga um mannvirki og reglugerðar sem settar eru samkvæmt þeim. Það er oftast þannig að ábyrgðin á verkinu, þessum það byggja húsið, það sem er húsasmíðameistarinn ber ábyrgð á ákveðnum verkþáttum, rafvirkjameistarinn ákveðnum verkþáttum, pípulagnarmeistarinn ákveðnum verkþáttum. Það sem er þeirra faglegu störf, þeir bera einir ábyrgð á því í aðalatriðum og geta svo sem ef þeir fúska eða gera eitthvað rangt þá geta þeir þurft að greiða fyrir, allavega annarkvort lagfæra eða greiða eitthvað svona bætur fyrir það. En hins vegar eru þeir ekki tryggðir á sama hátt á byggingarstjórinn og hönnuðurinn, þannig að það reynir miklu minna kannski á ábyrgð iðnmeistara í raun, en þeir eru samt kannski þeir bera ábyrgð á faglegum vinnubrögðum verksins. Það er, eins og ég segi, ef þetta eru stórfelldir ágallar sem að byggingarstjórinn hefði átt að sjá og í rauninni komið veg fyrir, þá getur hann orðið með ábyrgður og þannig getur tryggingin farið að borga kannski fyrir einhverja galla sem má rekja til vinnubragða iðnmeistara. En almenna reglan er að faglega ábyrgðin er iðnmeistarana. Alveg eins og faglega ábyrgðin á hönnuninni er hönnuðana. En síðan allir þessir aðilar geta síðan bæði orðið skaðabóta ábyrgir ef að þeir klúður einhverju með saknæmum hætti og eins er líka hugsanlegt að þeir fái áminningu eða missi löggildingu eða starfsleyfi. Það er heimild til þess í lögunum. Þá þurfa það yfirleitt að vera svona eitthvað ítrekuð brot. Og í versta falli og það er lagaheimild fyrir refsingum ef að menn brjóta mjög alvarlega af sér, en ég man svo sem aldrei eftir að því hafi verið beitt.
og svona eiginlega frekar ólíklegt að mann fari alla þá leið. Langt líklegast og svona raunhæfasta, hvað ég segja, kalla það refsing eða afleiðingin af lélegum eða vondum vinnubrögðum skaðabótaábyrgð vegna tjóns sem leiðir af einhverju handvömm. Ég held að ég sé bara þá búin að fara yfir það sem snýr að ábyrgð þessara fagaðila og líka bara búin með mína fyrirlestra og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir og gangi ykkur vel.